í erfiðleikum með að dekka Sigvalda í leiknum? Sigvaldi bara hörku leikmaður þó hann sé ungur, þá þá hann alveg hörku sóknarmaður. Heilt yfir þá fannst mér bara þetta byrjaði vel hjá okkur, svo tekur Falur leikli og skrúfaði svolítið þeir svona bættu sig varnarlega og við einhvern veginn komum við einhverju þægindaramma, höldum að við séum miklu betri heldur en við erum kannski og tók smá tíma fyrir okkur að fínstilla okkur en úr var bara hörku leikur, ég meina frábært að fá svona leik rétt fyrir jól en það hefur jafn leiðilegt að tapa honum eins og það er gaman að vinna. Já, bara allir í Fjölnisliðinu virtust komast á töfluna í kvöld, það svona minni spá með alveg svo Sigvaldi og Samuel Prescott. Hafðu eitthvað lagt upp með það að reyna að loka þá og hleypa öðrum að eða eitthvað svona? Já, við höfum æft þetta afbrigða vörninni sem við spilum í seinni hálfleik. Ég vildi ekki, þó við verðum að ströggla hann í fyrri hálfleik, þá vildi ég ekki fara í þá vörn fyrir en í seinni hálfleik. Ég vildi ekki að Falur geti svona aðeins fengið meiri tíma til þess að skipuleggja í hálfleik. Sigvald og Prescott, þegar maður spilaði í Fjölni, þá er þetta fyrstu menninni sem maður þarf að finna út hvernig maður ætlar að slökkva að. Mér fannst ég gera það í þríhyrningum. En ég meina, Fjölnislið ekki bara þessi tveir og vel gert hjá, það er menn sem er búin að vera að skjóta, bara svo ég segir hreint út, alveg skelfilega fyrir utan þryggjastellinu hjá þeim. Og þeir bara stigu fram fyrir skjöldu og settu stór skot og gerðu okkur þetta erfitt fyrir, en í lokin þá er ég ánægður með sigur. Já, Nemanja átti afar góðan leik, hann Falur sagði að hann hefði tekið ungu stóru mennina í Fjölni frá kennslustund í að bakka inn og spila inn í teignum. Fannst þeir spilaði alltaf hart á hann, ungu mennirnir, fyrst þeir gátu ekki stoppa hann eða voru þeir að brjóta hann? Nei, þeir spiluðu bara eins og dómarinn leyfði. Ég hef bara viljað svo dómarinn að dæma á það og verja Nemanja betur og mér finnst það svolítið vantur á því. En mér fannst þetta besta hrós sem Nemanja getur fengið það þegar meistari Axel Nikolásson kemur og hrífst af honum og við vitum hvað hann getur og fyrir mitt leyti þá er þetta örugglega einn erfiðasti leikmaðurinn til þess að undirbúa sig fyrir í deildinni. Þannig að við erum mjög ánægðir að hafa hann í okkar röðum. Þú startaðir Birni inn á lauksleiknum með Hinrik. Var það einhver pæling á baka? Var bara Hinrik að bara eiga betri leik? Hinrik var bara alveg, Björn Ásgeir er alveg frábær leikmaður fyrir okkur og búinn að standa sig rosalega vel. En ég meina frammistaðan sérstaklega sóknarlega á Hinriki var auðvitað bara eitthvað sem við þurftum á þeim punkti. Hann tók svolítið, Björn Ásgeir var að ströggla svolítið með skotin, hann var að fá skot og þar alveg hendið urðum við aðeins að teygja betur á vörninni til þess að gera þeim erfitt fyrir að dekka Knežević-bræðina og ég meina hann bara stóð undir því og bara þess vegna erum við að fá þessa leikmenn. Við erum að fá góða leikmenn til þess að bæta góðan hóp. Skilji. Þá farið inn í jólafríð, þarna eru einhverjar tilfærslur í leikmannahópnum væntanlegar eða breytingar á áherslum? Nei, bara Nei, ekki okkar alveg, við erum ánægðir með hópinn eins og hann er og ég meina það er auðvitað svolítið bagalegt að vera með 2 leikmenn svona utan hóps en að samaskapi er að öðru leyti heilbrigð samkeppni í okkar röðum og ég sé það bara á æfingum. Það eru menn sem að spiluðu ekki í dag sem áttu svo sannarlega að skilja mínútur og en það er líka hrós til þeirra. Við erum að setja félagsmet á þessum stutta líftíma þessa félags eða þessi 1,5 ár sem það er liðið frá því að Vestri var endurvakið. Og við gleðjumst yfir því allir og fögnum því og förum glaðir inn í jólafríð. Miklu skemmtilega að vinna síðasta leik fyrir jól heldur en að tapa. Það er alveg að reyna. Trúi því. Herru, takk fyrir þetta. Gleðileg jól. Sömuleiðis.